Í þessu myndbandi ætlum við að kynnast einni trjátegund og þessu sinni er það hinn íslenska blæösp. Blöðin eru nokkuð langstikuð en afar breytileg í lögum allt frá því að vera nær kringlótt til odddregin blaða. Blöð blæaspar titra við minnsta andblæ og berst þá lágvær kliður frá trjánum sem er eitt einkenni tegundarinnar. Það er nefnilega svolítið áhugavert með blæöspin að hún var eiginlega ekki uppgötuð á Íslandi fyrr en svona 1904 eða 1911, ég veit ekki alveg hvort það er, en þá fannst blæöspin fyrsta skipti á Íslandi. Og síðan þá hefur hún fundist aðeins á 6 stöðum á Íslandi. Blæöspin náttúrulega er tegund sem að íslenska kindin elskar. Þannig að líklega hefur verið meira blæösp hérna áður fyrr en sauðfé hefur örugglega eytt henni út víða. Það sést líka á þessum stöðum þar sem hún hefur fundist, þar sem kindur eru, þá er hún bara svona lágvaxin gróður. Blæösp er frekar smávaxið tré en ætti alveg að geta náð 10 metrum hérna á Íslandi. Hér hefur blæösp frá Garði í Fnjóskadal og var það einn fyrsti staðurinn sem hún fannst í villtri náttúru á Íslandi. Fyrir 110 árum síðan. Blæöspin á í erfiðleikum með að mynda blóm á Íslandi. Líklega út af því að það er svona frekar kalt hérna og stutt sumur. Þannig að tréið notar aðra aðferðir til þess að fjölga sér og það er með rótarskotum. Hér er blæösp, blæösp og hér út allt eru blæaspir. Og móðutréið er bara þarna eitthvað lengst í burtu. Þannig að blæöspin getur dreift sér út allan skóp með rótarskotum. Og það er kannski eitt af því sem að mörgum finnst svona óspennandi við blæöspina. Hún getur fjölgað sér bara og mynda bara heilan skó af bara blæösp. Hér í Höfðaskógi í Hafnarfirði er að finna blæösp á nokkrum stöðum í skóginum, meðal annars hér, og er hún svolítið skemmtileg. Hún bæði á haustin þá kemur fallegu gulur litur á hana og hér sjáum við meira aðeins að við erum svolítið seint. Við erum hérna í enda ágúst og hún er aðeins farin að gulna. Og svo líka á vorin eða júní, þá er hún líka svolítið svona gul og svolítið áberandi og setur svolítið skemmtilegan lit á skóginn. Þetta er fallegt tré og við ættum kannski að gróðursetja svolítið meira að henni. Ég veit hún er kannski ekkert sérstaklega skemmtileg með öll þessi rótarskot en í svona blönduðum birki, reyni, blæasparskógi þá getur hún verið mjög falleg. Svo nær þetta allt saman einhverju jafnvægi. Náttúran er náttúrulega bara þannig.